Heilabilun svona yfirheiti eða samheiti yfir þegar að heilinn í okkur ekki alveg að virka rétt og þá sér í lagi minnið. Heilabilun getur verið út af öllum mögulegum. Þetta almennt breytingar í heila sem valda skerðingu á hugsun eða vitrænni getu. Það stundum líkurnar á heilabilun þær aukast verulega eftir því sem við verðum eldri, sérlega þegar við erum komin svona yfir 70 eða 80 eða verðum enn eldri en það. Og það talað en svona næstum því talað þannig að heilabilun þegar við erum orðin mjög gömul sé næstum því eðlileg. Hún það að hluta til en hluta til ekki. Sum heilabilun verður hreinlega vegna þess að bara heilinn í okkur hrörnar og bara ekki alveg eins góðu lagi. En sum heilabilun verður vegna sjúkdóma. Það algengast að heilabilun verði vegna sjúkdóma. Algengasti sjúkdómurinn sem veldur heilabilun Alzheimer. Alzheimer getur herjað á fólk sem bara á miðjum aldri, en það algengast að hann herji á fólk sem komið yfir 70. Alzheimer veldur alvarlegum minnistruflunum og það í raun skammtíma minnið sem fer fyrst. Ef maður talar við einstakling sem með Alzheimer og langt leiddur af Alzheimer, þetta tekur mörg ár að ágerast, verður verra og verra, þangað til að viðkomandi dettur alveg út. En það mjög sérkennilegt að tala við einstakling sem langt leiddur af Alzheimer, einstakling sem maður hefur þekkt mjög lengi, því að hann man allt sem gerðist fyrir 20-30 árum, en síspyrjandi að sömu spurningana að því sem gerðist fyrir 5 mínútum, því hann man það ekki. Skammtímaminnið alveg farið. Það hins vegar mjög einstaklingsbundi hvernig Alzheimer sjúkdómurinn birtist, hann verkar hraðar á suma og þetta svona misáberandi, en verður mjög áberandi á flestum á endanum. Það til fleiri sjúkdómar sem valda heilabilun eins og lífsjúkdómur og framheilabilun, en það oft erfitt fyrir þá sem ekki þekkja til að greina þetta í sundur.